Föstudagsþátturinn heldur áfram og við ætlum að tala meira tónlist. Því að laugardaginn 8. maí sendir hljómsveitin MTHJ frá sér nýtt lag aleinn á nýársdag en þeir gerðu garðinn aldeilis frægan og unnu söngkeppni framhaldsskólanna á dögunum meðal annars. Og hingað til mín eru þeir komnir Tryggvi Þorvaldsson og Hörður Kristjánsson úr MTHJ. Verið hjartalega velkomnir strákar. Takk fyrir. Og til hamingju með þetta nýja lag. Ja, takk fyrir það. Takk fyrir. Þetta búið að vera lengi í smíðum? Þetta verkefni í skólanum hjá okkur. Við erum í MTR, Menntaskólum á Tröllaskaga. Og þar erum við í hljóðupptöku áfanga. Já. Og þar var verkefnið bara að semja lag, gefa út lag, að taka allt upp, gefa út lag, gera myndband. Þannig, já. Það var svona kveikjan að þessu. Já. Og titillinn aleinn á nýársdag, er þetta byggt á sönnum atburðum eða? Nei, reyndar ekki, sko. Við erum aðalega bara með fjölskyldunum á nýársdag, sko. Já, mjög svo. En þetta er bara svona skemmtileg einhver líking, sko. Já, einmitt, svona bara, kannski ímynd ykkur hvernig það er. Já, meira þannig. Já. Þetta er algjör ímyndun, eiginlega bara. Já, en þannig að þetta er þá ekki samt, sko, neitt svona jóla, þegar má hlusta á þetta hvenær sem er. Já, þetta er engin hátíðartexti þannig. Nei. Það á að vera sögu bara. Já. Þetta er hálfgerð saga bara. Magnað. Og hvernig unnuði lagið? Byrjuði á því að semja laglína eða kom textinn fyrst eða hvernig var þetta? Við settumst nú bara niður með gítar og píano og vorum bara að reyna að finna eitthvað hljómagang, sko. Já. Byrjum á því og svo ákveðum við að reyna bara að gera textan og síðan kom bara laglínan að sjálfu sér hálfpartinn. Já. Það var ekki flóknar en það? Nei. Svo sem ekki, sko. Hvað tók það svona langan tíma í? Þetta hefur kannski verið einhverja 2-3 vikur svona í heildina. Í heildina, já. Smá brasa, finna allan textan og svona. Já. Það Kom á endanum. Já. Og þeir eru náttúrulega, sáu þið svo sjálfir að taka lagið upp? Já, við tókum það sjálfur upp. Við Já. erum bara með húsnæðinu hérna á Sigló. Já. Sem við tókum allt upp. En Gunnar Smári Helgason mixaði þetta fyrir okkur. Frábært. Og nafnið, ég var að spyrja ykkur út í nafnið á hljómsveitinni, MTHJ. Hvað þýðingu hefur þetta nafn? Nú þetta er bara skammstöfun fyrir okkur 4 strákana. Mikael, Tryggvi, Hörður og Júlíus. Já, einmitt. Það er ekki flóknar en það. Nei. Þið ákveða að taka bara ABBA á þetta. Já. Þannig. Ég meina það virkaði vel fyrir þau. Já, það hlýtur þetta að virka fyrir okkur. Já, þetta getur ekki klikkað. Og hvað er svo framundan? Anna, eru þið með fleiri lög í smíðum allir að hendi í plötu eða hvað gerist? Það er draumur að hendi í plötu. Já. Það er bara, við þurfum að sitjast niður og gera eitthvað meira. Og við rættum það nefnilega saman daginn, sko, að fólk í tónlist nú til dags. Það er mikið að gefa út bara singula. Já. Í staðinn fyrir plötur eins og bara vitnaði stuðmenn þeir gáðu bara út plötur strax þegar þeir voru að byrja. Já, einmitt. Það er bara að sýna smá metnað og gefa út plötur. Kýla bara á þetta. Það var ekki ekki. Já, er það ekki eina vitið? Jú. Það er ekkert gott að sitja heima og sko ofhugsa hlutina. Nei. Bara að gera þetta. Ég held að það sé máli. Ég styð ykkur heilshugar í því. Já. Að bara drífi þessu. Það er ekki eftir neina að bíða. Nei. Já, en þá náttúrulega kannski kemur að því þá maður sem þetta hugaði þetta sé svona heilsteypt, þannig að þá er örugglega bara gott að semja bara nógu mörg lög í einu og þá er svona einhver samhljómur með þeim. Já, það þarf að leggjast yfir það bara. Já, þið er ekki bara kjörið að gera það í sumar og hendi í plötu í haust og ætlið að spila eitthvað í sumar? Jú, það er stefnan. Við erum til dæmis núna að æfa, við erum húsband hjá Dífubandi heima á Siglufirði. Svo erum við líka bara að fara mikið að spila utan dyra í sumar. Já, einmitt. Núna loksins þegar maður sér fram að það verði hægt að fara út á með fólk svo hafa pínu gaman. Já. Frábært, þannig að við erum eiginlega bara búin að skipuleggja árið fyrir ykkur hér og nú. Það er spilir í sumar og svo platan í haust. Mér líst mjög vel á þetta. Og þið ætti svo koma reyndar og spila fyrir okkur hérna á N4 veit ég líka. Já. Þannig að það er alls konar framundan.
og við möttum að fá að heyra lög hérna með ykkur í föstudagsþættinum aftur, en við ætlum að enda þetta innslag og fá smá svona kýtlu úr nýja laginu. Já, sýn ykkur smá myndbandinu sem við erum búin að vinna í. Já, það er bara allur pakkin, það er engin afsláttur, ekki myndband og læti. Frábært, við skulum bara enda viðtalið og fá að sjá, og þetta kemur svo inn á alla streymisveitur og helstu miðla núna laugardaginn. Já, passar. Frábært, kærar þakkir fyrir að koma í þáttinn, strákar, og bara gangi ykkur vel, ég hlakka til að fylgjast með ykkur. Takk fyrir það. Ég gaf þér 1000-falt, ég gaf þér heiminn alla stjörnurna. Þú ert sko eins og hlýr á gamla áskvöld. Ég gaf þér allt, ég gaf þér 1000-falt, ég gaf þér heiminn alla stjörnurna.